Ég heiti Freydís Helen Bjarnadóttir Kantess og ég díla við þunglyndi. Ég hef dílað við þunglyndi síðan ég var bara lítil stelpa. Ég hélt alltaf að þetta væri kvíði eða ofhugsun eða eitthvað þannig drasl. Ég hugsaði aldrei að mínar hugsanir væru vegna þess að það var imbalance í heilanum mínum. Imbalancen gerði það að verkum að ég fekk ekki nóg serotonin í heilanum minn og myndi verða frekar leið. Ég hef átt erfitt allt lífið mitt með þetta. Það vaknaði reyndar í 4. bekk meira þegar ég var 9 ára og það var bara meira og meira. Ég var yngri, myndi þetta koma út sem reiðisköst og ég myndi verða með hljóðlát svo eftir á og loka mig af og ég gerði það í nokkur ár. Og svo ákvað ég einn daginn að það var allt í lagi með mig, það var ekkert að mér, ég var ekki kvíðin eða neitt og myndi ýta öllu niður og þykjast vera í lagi. Svo kom COVID og það var fyrsta skiptið sem ég upplifaði sjálfsvígshugsanir. Það er mjög erfitt að vera 11-12 ára að upplifa sjálfsvígshugsanir að því maður var einangraður á COVID-tímabilinu og ég var svo ung, ég skildi ekki hvað var í gangi. Ég hafði bara aðgang að internetinu, engum vinum mínum, engan til að tala við, ekki einu sinni sálfræðing á tímanum. Svo ég fór í gegnum það 11 ára og dílaði við það eiginlega allt COVID-tímabilið, allt einangrunartímabilið. Einn daginn þá brotnaði ég niður af því ég hafði ýtt allir niður og ég sagði mömmu minni og hún sagði pabba mínum og eftir það þá treysti ég sjálfur mér ekki í eldhúsinu út af hlutunum sem ég hélt ég myndi gera sjálfa mig. Ég loksins fekk að sjá sálfræðing, hjálpaði ekki mikið. Hún hélt ég væri bara þarna fyrir kvíða minn, hún var ekki sálfræðingur í þunglyndi, svo ég faldi að ég væri þunglynd og talaði þá bara kvíðan minn. Eftir að ég byrjaði að hitta sálfræðinginn minn þá byrjaði ég að ýta öllu niður aftur af því mér leið eins og ég þurfti að vera í lagi. Eins og ef ég væri ekki í lagi þá var bara eitthvað að mér. Svo ég ákvað að það var bara allt í lagi með mig. Það var ekki allt í lagi með mig. Ég ýtti öllu niður og ég ákvað ég hamingjusöm núna. Og nokkrum árum seinna þá springi ég aftur. Það var árið 2024. Allar tilfinningarnar mínar að koma upp og ég að þvinga þeim niður. Og 19. febrúar 2005 þá kemur allt út. Ég fer í göngutúr fyrir skólan og í nokkra vikur fyrir þá hafði mér liðið hræðilega. Það hefði verið rosalega langt niðri, en bara falið það. Ég hafði verið að sjá sálfræðing. Hún vissi ekkert hvað var að mér. Hún hélt líka að ég væri bara fyrir kvíða. Og ég út að labba og ég fer í manic episode og byrja að plana að labba fyrir bíl. Ég er næstum því búin að gera það á einhverjum gatnamótum nálægt Réttarholtsskóla þegar eitthvað inn í mér stoppar mig og segir mér að labba til vina míns. Vinur minn býr í Skeifunni, ég bý í Kópavoginum.
Svo ég að labba til vina míns. Ég ekki að fylgjast með þegar að labba yfir göturnar hvort það sé bíll að koma. Ég bara að labba. Ég að vonast og vonast að bíll keyrir á mig. Að því mér líður eins og ég ekki skilið að vera á jörðinni lengur. Og ég kemst heim til vina míns og ég bið hann að koma út og hann tekur strax eftir því að það bara eitthvað að mér. Hann spyr hvort það sé allt í lagi og ég lýg. Ég segi að það sé í lagi með mig. Það ekki í lagi með mig. En hann veit að það ekki í lagi með mig, svo hann kemur með mér út. Þetta kvöld labbaði ég þangað til það blæddi úr hælunum mínum, alvarlega mikið. Ég labbaði 2 klukkutíma, 11 kílómetra og 12.000 skref. Ég labbaði næstum því fyrir bíl. Ég endaði næstum því mitt eigið líf. Af því ég hafði ekki sótt um hjálp. Maður þarf að leita sér að hjálp. Ef þú þekkir einhvern sem að fara í gegnum eitthvað, maður þarf að hjálpa. Þótt þú gerir ekkert nema að spyrja hvernig hefur það í dag. Ég hafði ekki mikið af því ég faldi það mjög vel og þóttist alltaf vera í lagi sem ég var ekki. Ég hata að líða svona þegar þeir að éta mig. Mér illt þegar mér líður svona og ég hata það. Af hverju líður mér svona? Af hverju ég svona? Heilinn minn á fullu og hann neitar að stoppa. Stundum hugsa ég hvernig hægt að stoppa heilann. Eitt kemur alltaf aftur upp. Deyja. Þá hætta lætin. Ég vil ekkert endilega deyja, en ef ég væri fyrir bíl, væri ég ekki leið eða hrædd. Það myndi heilinn minn þagna. Pointið á þessu, af hverju ég að tala um þetta, af hverju ég að segja þetta, ekki bara fyrir einhverja einhvern. Þetta er fyrir mig, til þess að deila. Ég tók ákvörðunina til þess að deila þessu. Fyrsta skipti fæ ég að taka ákvörðun að deila hvort að ég sé þunglynd eða ekki. Og ég hef ákveðið að ég ætla að gera það. Til þess að vekja athygli fyrir þessar aðrar unglingsstelpur sem að gangi í gegnum það sama og ég.